í Rauðaborðið, vikuskammtinn, eins og þátturinn heitir hérna á föstudögum. Við byggðist velviringar yfir að vera aðeins sein, en föstudagstraffíkin var aðeins að tefja okkur. Hér við borðið hjá mér fullt af góðu fólki. Það Helga Óskarsdóttir, myndlistakona og myndlistaráðgjafi. Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir, þú ert formaður Landssambands hreyfihamlaðra, velkomin, og Steinunn Rögnvaldsdóttir, félagsfræðingur og kynjafræðingur, eða félags- og kynjafræðingur, velkomin, Bogi Reynisson, hljóðmaður, velkomin, og Guttormur Þorsteinsson, bókavörður og formaður hernaðarandstæðinga. Ég ætlaði að fara að segja Landssambands hernaðarandstæðinga. Vildi óska þessi varum. Undarlegt, já. Herðu, verið hjartalega velkomin. Við ætlum aðeins að svona, fara yfir málefni liðina viku hér í þessum þætti. Ég ætla kannski bara að byrja á að spyrja ykkur, horfðuð þið á Kveiks þáttinn húsnæðismál? Já. Hryllingur. Já, komið eitthvað á óvart? Hvernig staðan er? Ég vildi ekki geti sagt að þetta kemur á óvart. Til miður það þetta bara búið að vera kremandi svo lengi undir að það maður þarf að vera með hausinn onni í hólu til að vita ekki hvernig aðstæðurnar eru. Já, aðstæðurnar eru sko. Það er náttúrulega ofta berast fréttra fólki sem að býr í einhverjum yfirtróðfullum iðnaðarhúsnæðum út í einhverjum útkverfum og svo var náttúrulega brunið þarna daginn og það sem að hælisleitendur voru þarna innan dópista og þú setur svona, maður hefur vitað lengi að það er alveg svona fáránlega slæmt ástand á húsnæðismarkanum fyrir svona tekjulegri hópa. Einmitt. Það var líka að koma ný skýrsla frá leigjendasamtökunum núna á dögunum sem að sýnir alls konar svona, eða bendir á allavega hluti sem eru mjög áhugaverðir, eins og það að 2 af hverjum 3 sem að kaupa húsnæði eða kaupir íbúð í dag að kaupa hana til að leigja hann út en ekki til að búa í henni. 2 af hverjum 3. 2 af hverjum 3 og þetta er sko, maður vissi að það væri mikið þetta en maður einhvern veginn hafði ekki, ég persónulega var ekki búin að átta mig á hlutfallinu sko, þetta er alveg skuggalegt hlutfall. Það þýðir rauninni að sko eignir á húsnæði ekki fólk ekki að kaupa til að eiga. Það að kaupa til að leigja út. Já, flestir að kaupa til að leigja út. Þannig að sér eignar stefnan svo kallar er bara farin. Hún er bara farin, einmitt. Já. Það er náttúrulega mjög mikið ákall leiguhúsnæði en þetta er náttúrulega fer beintin á þennan óheilbrigða markað það sem er okkur á fólki. En það er náttúrulega, þú veist, ákall eftir sko viðráðanlegu, en þetta með þessum upplýsingum þá, þú veist, heyrir maður eða áttar maður sig á því að það er ekkit á leiðinni neitt að skána. Nei. Aðstæður leigjenda. Einmitt. Eru þið á leigumarkaði eða eigið þið ykkar húsnæði? Ég á mitt húsnæði. Þú átt þitt húsnæði? Já, ég og lífeyrissjóðurinn. Þú og lífeyrissjóðurinn? Sama hér. Maður á svona einhvern hluta af þessu, maður hattar sig ekki nákvæmlega hvað mikið, það er eitthvað. Þetta er einhver hluti sem maður er að reyna að eigna sjálfur, já. En maður þarf þá ekki vera á leigumarkaðnum á meðan og ég er bara mjög fegin því. Segðu það með þér. Ég er á leigumarkaðnum, er svo heppin að vera þar, eða hitt og heldur og bara nýbúin að vera sjálf í þeirri stöðu að þurfa að vega og meta hvort maður geti haldið áfram að búa í íbúðinni eða ekki, bara út af fjárhagsstöðu þar sem að leigan hækkar og bara heppin að vera með gott bakland sem að getur stutt mann sko, út af því að það er ekkert í boði á markaðnum, hvað þó fyrir mannski í hjólastól. Því að það er alltaf, maður þarf að passa þessi nýtt húsnæði upp á aðgengi og það er alls konar atriði sem að þarf að hafa í huga en þannig að maður situr bara svolítið föst bara í íbúðinni sem maður er í sko. Þú ert að leigja hjá leigufélagi eða? Já, hjá Ölmu leigufélagi. Sem voru nú svo skemmtilega fréttir af hérna fyrir ekki margt lengur. Já. En þessi sko, þetta sem Margrét er að segja að vera föst, ég held að þetta sé upplifun sko margra í viðkvæmri stöðu í húsnæðismálum og það er mjög alvarlegt og það er mjög sko, er hægt að segja að það sé
svona mannréttinda og kvenréttinda mála það sé almennilegur húsnæðismarkaður vegna þess að til dæmis þegar við erum að horfa á fólki við viðkvæmri stöðu sem að þarf húsnæði sem að uppfyllir ákveðin skilyrði eins og fólk sem býr við einhverja hreyfihömlun til dæmis eða líka fólk sem er að koma úr ofbeldissambandi, ekki hvað síst konur, það þurfi að vera til úrræði til þess að fólk geti fært sig á milli, sé ekki fast. En þetta er staðan í dag og það er bara mjög alvarlegt. Fyrir utan einmitt það sem að Gaukur var að afhjúpa eða varpa ljósi á í vikunni af því að þetta kannski kemur ekkit öllum á óvart. Það er náttúrulega bara sárast að sjá sko að 2 árum eftir brunan á Bræðraborgarstíg þá hefur ekkert gerst sem að í raunverulega breyti stöðinni. Jú, það hefur einhver hópar, það er einhver tillögur, einhver komið til framkvæmda en þegar upp er staðið þá er fólk ennþá í þessari hræðilegu stöðu. Þannig að það þarf að gera miklu meira og það er bara þyngri en tárum taki að sko hlusta á viðbrögð til dæmis Sigurðar Inga sem er ráðherra yfir þessum málaflokki og tala að það standi til að vonandi leggja fram frumvarp sem að taki á þessu á næsta þingi. Auðvitað ætti það gerast bara helst í gær að það verði lagt fram frumvarp sem að taki á þessu þannig að fólk væri ekki í þessari stöðu. Auðvitað ætti líka verið búið að samþykkja leiguþak. Auðvitað ætti verið búið að gera miklu meira. Það er hægt. Það skortir bara pólitískan vilja. Já, nákvæmlega. Einmitt. Þetta sýnir að það er akút ástand. Það er sko Það er spurning um líf og dauða. Þetta eru dauðagildrur. Þetta er dauðagildrur. Bara bókstaflega. Sko brunin á Bræðraborgarstíg, það var svona mér svolítið nærri, ég býð þarna bara í næsta húsi og það húsnæði á sér ágætis sögum. Þetta var þegar ég flutti hana þá var þetta starfrækt sem leikskóli sem síðan var lokað út af hræðilegum ofbeldismálum sem að þú veist það er engin tenging þar á milli en leið og honum er lokað þá er hann seldur til einhvers verktakafyrirtækis sem síðan breyt honum í bústað og sko þetta er ekki íbúðarhúsnæði fyrir 5 ára. Þetta var leikskóli sem síðan var breytt bara með því að sko setja inn einhverja pappaveggi og ég labbaði þarna fram í á hverjum degi af því að bara þetta er í næsta húsi hjá mig og það var alltaf það var alltaf gardínur fyrir, maður sá ekkert inn stóri gluggar sko eins og í verslunarhúsnæði þannig en einstaka sinnum þá var svona örlítið rifa og maður svona þú veist sá hann inn og þetta voru svona kojur og svona skil, svona bara pappa þunn skil á milli og hvað var búið að pakka mikið af fólki hann inn og hvað þetta búið að vera lengi. Það er alveg sjokkrandi og sko það kom engum á óvart að það skildi eitthvað hræðilegt gerast þarna. En það var margbúið að kvarta yfir í þetta húsnæði væri bara, þú veist, væri þarna. En það hefur ekki hlustað og við erum ennþá í þessari stöðu í dag þó þessu 2 ár síðan að það kviknaði þessu húsi með mannsföllum. Ekkert gert. Engin áhugi. Eða að fullkomi geturleysi, ég veit ekki hvort það er sko. Hvort að þeir sem að hagnast á þessu ástandi sem eru einhverjir hafa bara svona svakalega sterk ítök að það skiptir meira máli hvað þeim finnst heldur en nokkuð annað. Það virðist svolítið vera staðan. Er það ekki? Jú. Ég meina þannig lítið út fyrir mér. Já, og þú veist, það virðist vera, eða mín upplifin er svo og ég held að ég sé ekkert svo eina, að bara húsnæðismarkaðurinn allur miðast við verktakana og stóreigendur en ekki fólkið. Það er einhvern veginn, við erum bara svona svo leiksoppar. Sem sagt. Já, það er bara allt sem er verið að byggja er einhvern veginn meira og minna, þú veist, einhverjar svo kallega lúxusíbúðir og þú veist, það er mikið ákall á bara aðstöðu, bara heimili húsnæði fyrir almenning, en það er einhvern veginn ekki hópurinn sem verður að byggja fyrir og þegar að það er verið að vinna með svona þessa svona fólki já, ég syns að neðar í launasteganum að þá er það eitthvað rugl bara sem að eitthvað lélegt á okurverði og já. En talandur þú myndist nú að Sigurður Inga sko, þegar maðurinn sem er ráðherra yfir málaflokknum kemur fram og skilar fullkomlega auðu það bara, það var ekkert í gangi sko.
Já, líka bara það sem að sko var haft eftir honum varandi að væru einhverju svona minna svona lélegi karakterar að nýta sér Já, óprutnir aðeinslega að gera sér neyð annara féþúi. Já, gera sér neyð annara. Sko neyðin þessi húsnæðismarkaður og þú veist, það eru þessir aðeins sem búa til þessa neyð. Já. Allavega eins og var sýnt í sko Kveik þá þetta fólk sem bara, þú veist, í vinnu, það bara leita sér heimil einhvers staðar til að vera. Neyðin búin til af fólkinu sem að hagnast á þessu og að þú veist, hafa fólki þessum óbóðlega og það er náttúrulega ríkisstjórnin sem að gera neyðina mögulega sko. Já, í rauninni sko, þannig að þú veist, það er nefnilega punktur. Já. Neyðin til staðar vegna þess að það er getuleysi og viðbragðsleysi hjá stjórnvöldum. Akkurat. Og það lítið einhvern veginn sem maður hefur séð til dæmis frá ríkisstjórninni sérstaklega einhvern veginn, sko, hvaða aðgerðir hefur þessi ríkisstjórn farið í til þess að leysa þennan húsnæðisvanda, þú veist, það er ekkert gert fyrir leigjendur, þeir eru algjörlega réttlausir og þú veist, það er ekkert farið í að byggja, það eina sem voru þessi hlutdeildarlán og ég man eftir þegar þau komu fram og skoðaði hvaða íbúðir, þú veist, þá ég að hugsa að kaupa mér íbúð til dæmis og hvort það voru einhverjar 3-4 íbúðir í Reykjavík eitthvað svoleiðis sem að kerðu fyrir hlutdeildarlán. Svo var víst einhver hugmyndin að það væri byggt fyrir þetta en ég hef ekki svo sem séð hvort það verður að vera alls konar skilir líka, þetta verður að vera nýjar íbúðir og það hafa verið nokkrar, þú veist, á Selfossi og eitthvað svona í kringu Reykjavík sko, eða bara í ákveðnu hverfum í Reykjavík, nýjum hverfum sko, svona yst í bænum. Já, eins og þarna Gufunes eitthvað svoleiðis kannski. Þannig að þú getur ekki til dæmis ef þú ert með börn og ætlar að halda þig í sama skólahverfi, þá getur glemt því sko. Það er alltaf gert fyrir verktakana svo þeir getur. Já, það er nefnilega málið. Og svo að þegar við vorum að tala Sigur Inga, það er þessi pressa á fólk að flytja sig í útkverfi og jafnvel út úr bænum. Já. Og svo hann á sama tíma að tala að taka upp gjaldtökur á vegum. Akkurat. Þú veist bara, Já, og hann að tala í rauninni, þarna verið að bjóða í rauninni sko fátækasta fólkinu, ungu fólki, fötluðu fólki og eitthvað svona að nýta sér þetta. Já. Og en á að skattleggja þau samt ekstra mikið fyrir að ferðast, þurfa kannski svo að ferðast á milli. Þannig að, já. Svo sér maður sko hvernig þú stefna, sko, þú veist, þú getur reddað ódýrum lóðum kannski á Selfossi en svo fer svo uppbygging bara með bæn á hausinn, sko, þannig að einhvern veginn. Já, þau ráða ekki við, standa ekki undir sko allir innviðauppbyggingunni sem þarf að vera í gangi þar núna. Þannig já. Sem nú líka bara annar ágætispunktur. Sko að byggja upp bæjarfélag með öllum þeim kostnaði sem það innifellur sko að hagnaðurinn af því kemur aldrei strax. Þannig að ef að sko nú ég veit ekki sérstaklega um Selfoss eða það svæði en mér finnst það augljóst að sko til þess að sko bæjarfélag getur blómstrað, þarf að búa til innviði og það þarf að laga hluti og sko það skilast ekki auknu útsvari fyrir næstir einhver ár. Já, einmitt. Þetta er svo bilað, þetta er svo opbáslega brotið kerfi sem við erum að eiga við. Já. Og þá kannski bara bærum frá hausinn, ég meina, þú veist. Já, einmitt. En það er líka spurning sko, af hverju er ekki hægt að haga því þannig að það séu lán og lánalínur og eitthvað sem að skilur að því þetta mun alveg skila sér, skilur, útsvarið mun skila sér. Það gerist ekkert strax. Þannig að af hverju er ekki hlutunum haga þannig að það sé einmitt hægt að byggja upp ný svæði og hægt að byggja upp, stærri bæi. Þetta er undarlegt. Já. Það er eitthvað rosalega vangeta inn á Íslandi til þess að byggja eitthvað upp. Og hugsa ykkur, við höfum fyrirmyndir til dæmis sko og bara verkamann íbúðarkerfinu. Þú veist, það sem að sko, þú veist, bæði Verkó, það sem þetta var meira hægt á Íslandi mitt fyrir bara ekkert mjög langur síðan. Já, bara frá 1940 eitthvað, þú veist, og ég man nú ekki alveg, þú veist, hvenær Guðjón Samúelsson teiknaði til dæmis Verkó vestur í bæ og svo var náttúrulega í Breiðholtinu, þú veist, það var mikil uppbygging og út á Nesi, Gröndunum. Þar voru félagslegar íbúðir sem voru bara fínar íbúðir og þetta var allt bara, það var lokað fyrir þetta kerfi bara í tíð Framsóknarflokksins og þetta var sett á frjálsan markað. Og ekkert kom í staðinn. En já,
ég velti því fyrir mér sko eins og núna að þegar að sem sagt allt þetta að gerast og þegar einhvern veginn við erum að sjá einhvern veginn samfélagi vera dálítið innviðina að molna og húsnæðismarkaðin gjörsamlega og ríkisstjórnin ófæra um að hafa hann einhvern veginn einhver eðlilega lífæð þar það er svo margt búið að vera að gerast verkalýðshreyfingin núna nýlega náttúrulega í svolítilli upplausn SA hótað að setja verkbann á verkföll allar þessar stýrivaxta hækkanir, verðbólgan og maður skilur ekki af hverju fólk ekki niður á Austurvelli. Og á sama tíma eru sko bankar að skila methagnaði. Methagnaði, fyrirtækin búin að vera að skila methagnaði. Þannig að peningarnir eru hérna. Peningarnir eru hérna, það virðist vera bara sko. Það fara ekki á rétta staði. Má ekki sækja þá. Það má ekki sækja þá. Þetta er náttúrulega rán. Það er náttúrulega bara að ræna. Það er bara stór rán í gangi, gagnvart almenningi og það er ofsalega gott núna að vera sko fjármagnseigendandi. Það er rosalega fínir vextir á inneignum. Ef fólkum er bara, þú veist, einhverja milljónir, þú veist, inn á reikning, þú veist, verðtryggðu reikningum, þá er alveg fínustu vextir á því, en hins vegar þá fer það til hináttuna hjá sauðsveltum almúanum sem að einhvern veginn bara lánin hækka og staða fólks er bara almennt að verða verri. Þú veist, ég er bara með það út frá, þú veist, því sem er í kringum mig bara og þú veist, samtöl fólks. Þú veist, að það eru, einhvern veginn fólk er að lenda í veseni því að það er að borga af lánum sem að eru í tölum sem að það gerði aldrei ráð fyrir. Ég held að fólk hafi líka bara meira áhyggjur af þessu heldur en áður, bara áhyggjur af stöðu efnahagsmála og sem sagt bara verri svona hækkandi verði og verðbólgu. Þannig að það er mjög svona knýjandi spurning sko, hvað þarf til þess að fólk mæti á Austurvöll sko, það er ofta svona í fortíðinni hafa verið svona stóri viðburðir sem að einhvern veginn íta slíkum mótmælum úr vör kannski á það eftir að gerast allavega það einmitt bara áhugaverð spurning hversana fólk einmitt er ekki brjálæðra þannig að maður myndi skilja það sko en kannski þarf bara eitthvað stórt fall til þess að íta fólki út. Já. Það virðist sem að í íslensku samfélagi við erum orðin svo samdauna þessum aðstæðum sem eru endalaust að koma upp. Þú veist, krónan er hækkandi og lækkandi og þú veist, þetta er ólgu sjór alveg og það svona út frá mínum augum allavega þá virðist þetta bara við erum svo samdauna þessu, þú veist, maður heyri fólk segja já, þá fer hún lækkandi aftur og þá, já, verðbólgan hækkar bara eins og þetta sé bara eðlilegt ástand en nágrannaþjóðirnar í kringum okkur að þar lifir fólk við betri aðstæður bara mun betri aðstæður bara eins og bara svo ég bara reyfi upp með það sem að Guðmundur Hrafn Arngrímsson sagði þegar hann var að fara yfir skýrsluna frá Leigjendasamtökunum núna síðustu helgi að þá var hann að tala sko hann hafi talað sko einmitt Bandaríkin að þegar að munurinn á íbúða á fasteignaverði og leiguverð sko var komin eitthvað á böndunum munur að verið sú jafna sem að var orðin eitthvað aðeins í ójafnvægi að þá voru settir á einhverju neyðarfundir og alls konar einhverju leigubremsur og dót sett í gang sko þetta var í Bandaríkjunum sem að við heldum að sé bara sko land kapitalismans en sko við erum svolítið miklu verri því við gerum aldrei, núna er munurinn hér orðin eitthvað gigantískur sko með að við þetta dæmi og við gerum ekki neitt Sko maður hefur á tilfinningunni að pólitíkusarnir séu bara alltaf eitthvað að reyna að finna upp hjólið. Þú sér íslensku leiðina sem einhvern veginn er bara eitthvað rugl sem að gengur aldrei upp. Allavega ekki fyrir venlegt fólk. Já. Þú veist, þetta sko, það er náttúrulega til alls konar fyrirmyndir utan úr heimi. Þú veist, frá Skandinavíu
og eins og nú ert þú að tala Bandaríkin, þú veist, það eru alls konar aðferðir sem að hægt að nota. Og þykir eðlilegt að nota sko erlendis, en einhvern veginn hérna má ekkert. Nei. Þú sér það að fólk að borga 70% og upp, þú veist, í leigu á mánuði. Af ráðstöfunartekjum. Já, af ráðstöfunartekjunum. Þú veist, ég veit manneski sem að borga 90% af tekjunum, ráðstöfunartekjunum í leigu, bara til að hafa þak yfir höfuðið. Þetta ástand svo löngu komið úr böndunum að það er komin tími til að það sé gert eitthvað dróðulandi alveg. En getur verið, þetta var sem við varst að tala með að við erum ekki nógu duglega að fara að mótmæla, þú veist, getur verið að við séum bara orðin svolítið vonlaus, af því að þú veist, ég veit ekkert hvað ég er búin að standa marga klukkutíma þarna á Austurvelli að berjast fyrir betri heim og ég er nú samt ekkert svo sem er ríktust í þessu sko. Ég veit að það er fullt af fólki sem er miklu duglegra heldur en ég og þú veist, og það er bara, þú veist, á einhvern tímapunkti þú veist, það bara upplýði ég svona vonleysi, þú veist, bara eina ferðina enn, þú veist, þurfum við bara að fara eitthvað að arga okkar hás hérna út af einhverjum bara, þú veist, basic mannréttindum. Við erum bara eins og hundar Pavlós í rauninni. Já, kannski. En það er alls konar hlutir að gerast á Íslandi og í heiminum, ef við færum okkur aðeins út í heim og kannski heyra aðeins í þér Guttormur líka varandi það að nú er verið að hræða okkur á því að Rússar séu að njósna sæstrenginn og hvað segja herstöðanstæðingar? Jú, ég var svo sem bara heyri sem fréttir en hann svolítið fyndið sko að tala svona, ef það er að tala svona innviði neðan sjávar sko, við erum svo sem, ég held að kannski helsta ógnin við sæstrengi hefur það ekki verið eitthvað svona rottugangur þarna sem hann kemur upp í Bretlandi, það er alltaf verið að naga hann í sundur. Já, einmitt. Og svo var náttúrulega ekki svo langt síðan að voru nú sprengdar upp gasleiðslur í Norðursjó og það var svona kannski ekki verið fjallan eftir rosalega mikið þá innviðar því að það hefur ekki endekist að kenna Rússum það þannig að það er svona, ég hef nú ekkit rosalega miklar áhyggjur sko. Sérstaklega því að þetta er nú alltaf einhvern veginn sko, veist, ef kemur til stríðs að þá hef ég nú áhyggjur á stærri hlutum heldur en sæstrengjunum okkar sko. er að tala kjarnorkuveldi sko. Sem benti á hérna daginn að það væri alveg vita hvað þessi sæstrengur væri. Það þyrftu allir bátar að vita hvað hann væri, allir fiskibátar, því hann er ekki skemmtur við veiðar. Nú ég mista þessum fréttum, hvernig hljóma þær? Eru Rússar að ráðast á sæstrengi? Þeir eru að kortleggja innviði sko, svo hafa sko Skandinavíu þjóðirnar hafa áhyggjur alltaf svo sem af einhverjum sko rafstrengjum og eitthvað svoleiðis, þeir eru nú ekki til staðar hér. Og svo var eitthvað að vera að tala um að þetta hlera og njósna eitthvað svoleiðis og þá er nú líka nærtækari ógnir sko því að ég held að það er nú Bandaríkjamenn þurfa nú ekki til dæmis að fara fysiskt í sæstrengina til að njósna allt sem við tölum sko þannig að það er svona, já. Senduð þið frá einhverja Já, það var náttúrulega annað sko, það var út af kafbáta og það er náttúrulega svolítið stór frétt sko, finnst manni, sem kannski fór ekkert rosa hátt, það voru nokkur fjölmiðlar sem fjölluðu þetta og að utanríkisráðuneytið er búið að opna fyrir það að þjónusta bandaríska kjarnorkukafbáta út í höfn. Og þetta er náttúrulega svolítið stórt skref sko í svona þessari vígvæðingu norðurslóða og þó að svo íslensk stjórnvöld sko vísi að þetta séu ekki kafbátar sem beri kjarnorkuvopn, þá höfum við alltaf enga tryggingar fyrir því. Við höfum ekki hugmynd hvort þetta séu kjarnorkuvopn eða ekki og Bandaríkjamenn neita alltaf að upplýsa það og íslensk stjórnvöld segja alltaf bara að þau vísa í að Bandaríkjamenn viti að við höfum lýst því yfir að við viljum ekki fá þau og það hefum við bara að treysta því. Þannig að við viljum náttúrulega bara umferð kjarnorkuknúna faratækja verði bönnuð. Og svo ég ætlaði að spyrja út í það sko, breytir einhverju hvort að þetta sé sko kjarnorkuknúði faratæki eða kjarnorkuvopn? Já sko, ef að það verða slys þá er það jafnvel hættulegri sko kjarnakljúarnir sem að knýja heldur en vopnin sjálf sko. En það sem er náttúrulega líka skuggalegt sko upp á vígbúnað og þessar spennur sem er náttúrulega núna rosalega mikil að milli stórveldana og milli Evrópu og Rússlands er að þessir kjarnorkukafbátar sem verið að þjónusta eru
jafnvel þó að við sko trúum Bandaríkjamönnum og þetta sé ekki þeir sem bera kjarnorkuvopn, þá þetta kafbátarnir sem eru að veiða eru að elta kjarnorkukafbáta hérna og eru sem sagt, í einhverjum svona eltingaleik hérna í sjónum í kring að hérna, það geti skapast í rauninni hætta bara út frá því. Allskyns hætta á því og bara líka meiri spenna sko, þú veist einhvern veginn og þetta gengur þvert gegn öllum yfirlýstum stefnum að reyna að halda norðurslóðum sem svona einhverju láspennusvæði og bara þetta mjög svona leiðileg þróun og maður svona svolítið hræddur þetta sé jafnvel svona forsmekkurinn að meira sko einhverjum höfnum í Helguvík eða Finnafirði eða eitthvað svoleið sko þar sem ég að svona vera undirbúa okkur undir það að frekari vígvæðingu. Já, það er náttúrulega, það er rosa svona hiti í gangi bara meðal Evrópuþjóða líka. Macron var þarna daginn í Kína og Jú, það er náttúrulega allt á suðu punkti út af náttúrulega Úkraínu og við svona höfum sérstaklega varað við því að það er nú svona ekki að nota það sem afsökun til þess að standa frekari vígvæðingu og vopnaburði hérna í Norður-Evrópu en það er gert. Það er, ég meina Finnland er komið inn í NATO og Svíþjóð á leiðinni bara alveg og bara skotræða. Og þetta verður notað sem réttlæting ef að þeim langar að sækja hér að fá einhverjar herstöðvar aftur eða eitthvað svoleiðis. Ég hlustaði á kynningu á svona frumdrögum eða frumniðurstöðum könnunar öryggistilfinningu Íslendinga alþjóðamál og loftslagsmál sem var þetta var kynnt á vettvangi alþjóðamálastofnunar í vikunni og það einmitt svona gat maður lesið úr því sem að birtist, þetta frumniðurstöð, það ennþá verið að kanna þetta og bera saman árið 2020 en þá svona virtist vera meiri svona, þú veist fólk treysti meira á NATO sem einhvers konar öryggis ventil í kjölfar Úkraínustríðsins. Þannig að þú veist að því að það hefur allt ítt í þessa átt að sem sagt þegar að stríð byrjar þarna og Rússar ráðast inn í Úkraínu þá sem sagt náttúrulega eðlilega verður fólk hrætt og þá finnur það sem sagt þessa svona öryggistilfinningu í því að vera í NATO. Við sjáum með hvað gerist með Finnland, með Svíþjóð og þess aftar. Þannig að og hér hefur náttúrulega verið í NATO og erum það og en sem sagt ekkit kannski ekki pælt í jafn mikið svona síðustu ár fyrir núna þegar þetta gerist og þá er það náttúrulega nota sem sko til þess að svona normalisera hluti eins og umferð kjarnorku kafbáta sem eru sjálfu sér hættulegir en sem sagt normalisera undir sko fána þess að þetta sé öryggisatriði að hér þurfum við bara að vera með almennilegi bandamenn og heimilega einhverju komu þú veist þessari kafbátaði hinna og vera með þú veist vera ekki veikast í hlekkurinn og þetta allt þessi orðræði er alveg komin á fullt og hefur verið á fullu síðasta ár maður hefur tekið eftir því þannig að ég held að Guttormur sé alveg með puttan á púlsinu varandi það að þessu verður haldið áfram og reynda að nota til þess að réttlæta ennþá meiri þáttöku bjóða okkar sem sagt land undir einhverja herstöðu eða aðkomu Já, alls konar, ég líka velti fyrir mig hvort að sko þessi ekki sko hlutir eins og til þess bara rafbyssuvæðingin hér á Íslandi þú veist, hvort að hún sé ekki partur af þessari stemningu? Þetta er eðlislíkt, þú veist, þegar fólk upplifir einhver svona ógn í sínu svona nærumhverfi, þá fer það, þú veist, að vera kannski, þú veist, opnara fyrir einhver möguleg sem það telja að verja sig gegn þeirri ógn. Og þá, sko, við erum búin að tala um Úkraínu, Rússland og NATO og það, þú veist, það er eitt. En svo náttúrulega kannski með rafbyssuvæðinguna þá höfum við náttúrulega séð til dæmis bara meiri vopnvæðingu í almannarýminu og í nærumhverfi fólks og með náttúrulega skelfilegum afleiðingum árásir á skemmtistöðum, skotarásir jafnvel bannvænar, þú veist, út á landi á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Þetta allt er vatn og myllu svo sem þessari umræðu en með rafbyssuvæðinguna þá náttúrulega þá gerist hún að vissuleiti í ákveðnu tómarúmi að því leiti að Jón Gunnarsson ákveði bara að gera þetta og í rauninni spyrir hann bara gera þetta þú veist og það var engin umræða í aðdragandanum hún hefur verið endurtekið síðustu ár en í aðdragandanum var ekkert bara hann bara ákveði að gera þetta
Þetta svolítið svipað akkurat sko að því þetta bæði einhvern veginn svona, þú veist, þarna aukinn stuðningu við einhverjar aðgerðir sem eru svo bara til þess að auka á spennuna. Þú veist, þetta þú veist, akkurat það meiri spenna og það einhver í sjálfu sér líkurnar á átökum sem það langhættulegasta sem er við þetta sko, að við séum í NATO og verðum eitthvað skotmark í einhverju stríði eða tökum þátt í að sem sagt, auka líkurnar á stríði og svo líka það akkurat að þú veist, þegar lögreglan orðin vopnuð og þá er einhvern veginn orðin komið miklu meira spennustig og við höfum alveg séð þetta alltaf séð verið við mótmæli það sem að maður að eiga við, annars verður kannski bara venjulega lögreglumenn sko sem eru óvopnaðir og það þetta bara að díla við það og svo einhvern tímann voru á einhvern stað það sem voru sérsveitarmenn og þeir voru allir sko bara á nálum sko, það var svona talsvert minna hugtvein upplýðið það að væri meiri líkur að færa eitthvað úrskeiðist þar sko, frekar heldur en vera með bara óvopnaða lögreglumenn. Já, það kannski, við getum farið í rauninni alveg áfram út frá þessu, sko, varandi rafbyssur og annað og þessa stemningu að nú til dæmis er verið að nýta að fara að setja upp eftirlitsmyndavélakerfi niðri á Hafnatorgi í tengslum við eða það notað allavega í tengslum við komu þjóðarleiðtoga frá Evrópuríkjónum. Þarna voru notur rök eins og það ætti að fylgjast með mótmælendum einmitt. Já. Þessi fyrst sem ég heyri það. Já, þetta er sagt bara svona grímulaust. Bara við viljum fylgjast með þessum mótmælendum, við viljum geta tekið niður nöfnið þeirra og við viljum geta bara þekkt andlitin þeirra. Mér finnst þetta svona svolítið óguleg Já, ég segi það sama, þetta er svona einhver stigsbreyting. Þannig að og við sjáum sko það verið að nota náttúrulega gervigreind, ég ætla þess að tala um gervigreindina líka í þessu samhengi og náttúrulega bottana og þetta er náttúrulega partur af þessu, þessi tækni og við sjáum þetta í Palestínu þar sem við verið að greina Palestínumenn og þar sem að einhverju bottar geta greint hvort að þarna sé Palestínumaður og skotið einhverjum gummikúlum í hann eða eitthvað svoleiðis. Þetta er óhugulegt, þannig að þetta er komið út í svona vopnadæmi líka og í Íran er þetta notað náttúrulega til þess að halda niðri konunum að núna sérst þá bara fylgjast með í gegnum svona botta hvort að þær sé að benda rétt á sér slæðuna og ef ekki að þá er hægt að persónugreina þær og vantarlega senda sektir á þær eða fara og handtaka þær. Þannig að þetta er einhvern veginn, við erum komin á einhvern svona skuggalegan stað. Þessi veröld sem þú ert að lýsa, þetta er svona, sko, svolítið bara eins og eitthvað svona Tom Cruise mynd, eitthvað, þú veist, eitthvað frá 1990 eitthvað, þú veist, eitthvað þú veist, verða að greina andlit og þú veist, allt eitthvað fólk sem að mögulega mun fremja glæpi eða þetta er eitthvað svona framtíð, þú veist, framtíðin er komin og þetta er einhvern veginn hræðilegast útgáfan af henni, sko. Þetta er einmitt eins og bara handrit frá 1987 af mynd sem væri mjög ótrúverðug. Já. Það getur ekki verið svona hræðilegt. Nei, en að því varst að telja upp þessi lönd, ég held að Kínverjar séu örugglega konin lengst með gervigreindina og þeir nota hana algjörlega óspart á eigin tegna til þess að gefa stig fyrir góða hegðun og draga frá stig fyrir slæma. Hvað hétt þetta? Black Mirror. Black Mirror, já. Já, það er bara tekið þaðan, sko. Já. En það Kínverjar eru búin að vera með þetta í gangi svolítið stund, sko. Svo er náttúrulega fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að selja löggæslu, stofnum þar í kringum mótmælin, þar í, þú veist, Black Lives Matter og svona, sko, þá kom mikið í ganga að reyna að vera elta mótmælendur, sko, með einhverju svona gervigreindar dæmið, þannig að skuggalegt ef það á að vera koma henni til Íslands. Já. Gervigreindin náttúrulega, þú veist, er bara svona framúrstefnilegt stig í persónunjósnum og það er náttúrulega bara pólitísk ákvörðun hverja á að njósna og hverju má fylgjast með. Einhver 21 hermannastrákur getur lekið alríkisleyndamálum á Discord og það uppgötast ekki fyrir eftir marga mánuði því það er enginn að fylgjast með honum. En konur í Íran munu aldrei geta frjálst höfuð strókið, bókstaflega. Þannig að sko, það er alltaf þessi sko ákvörðunum hverju má fylgjast með sem er þarna baki
og meðan bara búum í þessum heimi, í þessu valdakerfi, þá eru það alltaf þinn jaðarsettu hópar sem er eftir að þjást vegna þess, hinga til sem hér eftir. Og það er nú eitt dæmi svona nefni, reyndar kannski ekki kallað gerfugreind þá, en það voru svona algoritmi, sko, eins og maður kannast við lengi í Facebook og Amazon sem maður fyrir á netið, sko, sem maður notar til að greina einhverjum svona upplýsingar hvert þetta senda, sko, dróna árásir, sko. En þetta náttúrulega byggir alltaf á einhverjum, sko, þetta byggir alltaf á ófullkomnum upplýsingum, þannig að það var endalaust verið að sprengja einhver brúðkaup og þú veist, af því að fólk var að hitta einhverja, þá voru þeir allt í norðnir hryðjuverkamönnum, þú veist, samkvæmt einhverjum algrímum sem voru bara hannaðar einhverstaðar í Bandaríkjunum, sko. Já, hún náttúrulega mötuð upplýsingum og meðan upplýsingarnir eru skakkar, þá er hún eftir að taka það með sér og hafi til dæmis verið bent á það í vikunni og þegar gervigreindin er að henni er að fulli ferðvandi að taka upp gögn, þá eru þau oft kynjuð, það er ekki tekið tillit til, þú veist, mismunandi aðstæðna og þarfa, þú veist, kynjana og annara jaðarsettra hópa, þannig að gögnin sem að er verið að vinna með þau eru skökk og þau hafa það náttúrulega verið að hinga til og það hefur náttúrulega leitt í þú veist, atriðar það sem við höfum í rauninni hanna samfélag sem að gagnast fólki forréttindastöð en ekki endilega öðrum vegna þess að það er þessi bæjasíu, hvað eru við að skrá, hvað eru við að mæla, hvað eru gögnin, þannig að þetta mun náttúrulega bara halda áfram, þetta mun endurskapa og viðhalda óréttlæti. Bara þetta mun í rauninni kannski, auka stéttskiptingu, viðhalda kynjamisrætti og öllu þessu. En nú bara spyr svo sem ekki veit, er ekki réttur hvers og eins að mótmæla og mega þeir veiga svona að því? Það er með það sem er svo sjokkrandi, sko. Og friðhelgi einkalífsins og allt þetta. Það er með það sem er svo sjokkrandi að þið segja að þið vilji bara gera þetta, fylgjast með þessu. Þannig þess að, sko, borgarar hafa rétt til þess að mótmæla. Já, einmitt. Og það er ólöglegt að skrá niður. Og þeir hafa líka réttin til þess að það sé ekki verið að njósna þá, sko, þannig að þetta er mjög undarlegt, sko. Þetta fer bara beint gegn mjög mörgum greinum. Já, samt eru þeir megið þetta samt, sko. Þeir eru einhverju hluta vegna megið þetta samt. Þannig að það er einhver önnur lög örugglega sem heimila að það sé forvirkur rannsóknarheimildir. Þjóðaröryggis eitthvað. Það er svolítið sjokkrandi. Já. Svo verður náttúrulega til dæmis í kringum hérna fund, sko, Evrópuráðsfundin, þá verður nú örugglega búið að passa það að komist engin mótmælandi þarna innan, sko, mörgundur metra, þannig þetta verður, held ég, svolítið sjokkrandi fyrir marga, sko, þegar þetta allir sjá hennan svona öryggisarkitektur í kringum þetta, hann til dæmis skemmst að minnast heimsóknar Pence, sko, þar sem það voru með leyniskítur á þögunum og brynvarða bíla og lokuðu hálfur Reykjavík, sko. Þeir ætla nú að vera með, held ég, örugglega brynvarða bíla núna, þeir ætla að vera með bíla, fleiri að fara að flytja en fullt af bílum, sko. Akkurat. Þannig að sko, já, einmitt. Þetta er svolítið svona fasísk lykt af þessu. Ég verð að segja það, þetta er svona svolítið eins og forsmekkurinn af einhverju svona fasísku ástandi. Þú veist, ef það er verið að njósna mitt mótmælendur sem er að gera hlut sem er mjög bara, þú veist, er fullkomlega löglegur. Þeir geta njósna Ragnar Þór, hann ætlar að mótmæla. Já. Ætlar að skipuleggja mótmæli. Mér finnst mjög gott að fólk eins og Ragnar Þór sem er í aðstöðu til þess nýti sér og sínir fordæmi að sko, ég held að það sé ekki engin tilvíðun en að tala akkurat þennan tíma til þess að mótmæla. Hann er líka náttúrulega, þarna erum við með sko verkalýsforingja sem að kemur beint úr búsahaldabeltingunni. Þannig að með hugsunir ennþá. Ætlaði að laga til í samfélaginu og það er kannski ekki, hann er að segja að það er ekki tekist. En hér erum við orðið að tala áðan, sko, af hverju fólk ekki mætt á Austurvöll nú þegar, mér er ekki bara mjög áhugavert að þú veist hvernig ætla Ragnar að safna fólkinu saman og koma því að mótmæla á þessum tíma, á þessum stað, hvernig rífur fólk út á þeim tíma, með þeim leyniskítur á þökunum og brunvarða bíla og okkur svoleiðis. Það sem þetta er bara hættulegt. Já, algjörlega, þannig að og lögreglumenn með rafbyssur og svona. Já, bara forðilegt hvernig hann sér þetta fyrir sér, sko. Þannig að, Já. Myndið þið fara og mótmála? Í orði, já. Það var planið, sko, hjá okkur. Tekundi það mitt, í orðið mitt, já. Þegar kemur að deginum, það
maður getur einhvern veginn ekki lofa neinu varðandi einmitt, bara þess að hversu mikil viðbúinu það verður, mun maður að þóra yfir höfuð. Ég held að ég mun ekki þóra, ég veit að lögreglumönnum hérna með rafbyssur sem maður getur tekið upp á því að alltaf fara hérna laga okkur með einhverjum svona ofbeldis Þetta kristallast hvað þessi aðgerðir andlýræðisleg. Já. Algjörlega, ég meina, við sjáum bara hérna, sitjum við saman við borð og það er bara stór hluti af borðinu er bara að hugsa, þú veist, nei, ég treysti mér ekki í þetta. Þetta er bara, þú veist, það eru bara kúunar að gera. Já. En að því vorum að tala gervigreind. Já. Hérna, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt held ég að þetta er náttúrulega voða mikið umræðinu núna svona að pæli í því að sko, þetta er ekki einhver einn hlutur gervigreind. Þetta er marghöfða þurs. Það er augljóst að það er hægt að nota þetta í alls konar svona hvað við segja, svona einföld störf, þú veist, þetta getur síðan alls konar símsvörun og slíkt og persónulega finnst mér það bara allt í fína, þú veist. En það er líka augljóst að það er búið að vera að mata þessar hérna vélar á stríðsleikjum og það er þannig komið að sennilega eru tölvuforritin betri í að reka stríð en nokkuð manneskja og þegar kemur að því að stríðstólum er beitt þá er fólk mjög svona með mikla kostnaðarvitund og það passa sig að nota ódýrustu leiðina þannig að mér finnst sko næstu bara óhjákvæmilegt að næsta stríð og þú veist, ég ætla að taka Úkraínu út fyrir sviga því að bara rússar eru bara ekki á þessum stað þau bara hafa ekki tæknina en næsta sko alvarlega stríð það verður mjög sennilega háð af gervigreind það er bara, þú veist, það er bara svo miklu effektífara ég bara mér finnst það mjög ógnulegt tilhugsun en ég held að sé næstu óhjákvæmilegt. Þannig að þá ertu að meina að gervigreindinni verði látið, það verður sett upp í hendunar gervigreindinni ákvarða þú veist næsta leik og eitthvað svo leiðis. Já, bara hvernig flytjum við byrðir, hvernig á hvaða skotmörk er ráðist. Það verður kannski einhver general sem að situr einhver stór og valkost B eða eitthvað skilur við. En all útfærsla verði í höndum tölvunar eða gervigreindinni. Já, einmitt. Það er það áhugavert. En já, ég varðandi einmitt út frá þessum gervigreindina í Íran, þar sem að konurnar eru einmitt spottaður út og þetta með stríðið og allt þetta, að þá er mér hugsað líka til Rússlands og nýjasta sem er að gerast þar varðandi feminisma, að það er búið að það er bara búið að gera feminisma í rauninu ólöglega núna. Og í rauninni kannski á þann hátt að ef þú ert yfirlýstur feministi og ert að hafa því frammi að þá má bara örugglega handtaka þig, býst ég við. Við erum á Íslandi, það er svona, ég er svona veltið fyrir mér sko, núna, þú veist, það er náttúrulega búið að vera mikið í gangi núna varandi Eddu Falak, það eru alls konar vendingar í gangi, transfólk á undir högg að sækja, við erum að sjá fréttir eins og innheimtustofnun sveitafélaga þar sem að var sko kona og maður í sömu stöðu til margra ára og kallinn fekk sko 9 sinni meiri laun en hún eða eitthvað, það var svona eitthvað alveg fáránlegt sko. Þú veist, erum við jafnréttisparadís á Íslandi? Nei, ekki séns. Nei. Það er ekki gaman að segja það en það er ekki staðið við það. Nei, Íslandi er allt svolítið daldið undir svona árukynja jafnréttis eins og við stundum verið kallað og G. Margrét Pétursdóttir doktor í kynjafræði kallað það í rauninni þýðir að það er búið að vera svo mikil síbylja að þetta sé jafnréttasta land í heimi, þetta sé jafnrétt og gott og eitthvað slúðis að fólk vill trúa því og lítur þess vegna fram hjá því sem að stýður ekki alveg við þá mýtu. Þannig við erum öll undir árukynja jafnréttis og höldum að hlutinni séu betri heldur en þeir eru í raun. Þannig að ég held að það sé mjög fjarlægt því að við séum einhver sérstök paradís, náttúrulega stundum bara náttúrulega betur heldur en í ýmsir aðrir staðir en paradís væri náttúrulega ekki nema að væri algjört jafnrétti sem að við sjáum náttúrulega bara hverju viku, hverjum degi, það er alltaf
það er alltaf eitthvað í feminískum fréttum vikunar þú veist, og það eða fréttir úr feðraveldinu eins og það var bara Sara lokmála Stefkallar. sko. En mér finnst það fallegast að sko, það var ekki fréttamóment, ég sá ekki á fréttum, ég sá á Facebook, það var í byrjun þessari viku þar sem að þú myndist á málefni transfólks. Það minnst það eiginlega og ég fekk eitthvað í auga þegar ég sá á Facebook í byrjun þessari viku starfsfólk unglingadeildar síðuskóla sem ansvar við grein kollega síns frá því í síðustu viku sem var með einhverjar absúrt hugmyndir um fræðslu samtakanum 78 þegar væru eitthvað skonu barnaverndarmál þá klæddu þau sig upp og skreittu sitt nærumhverfi með fánum hinsegin samfélagsins og þetta er mikilvægt og þetta er gott og á svona þú veist, svona aðgerðir fólks treystir maður í þessu ótrúlega andrúmslofti sem að er bara innflutt menningarstríð gegn transfólki sem við erum að sjá líka hér en þannig að þetta var eitt fallegasta moment vikunar og bara mikið hrós til kennari í síðuskóla þetta var dásamlegt að sjá Við samt ákveðu svona heilbrigðismerki að þessi dómur hafi allavega fallið þú veist það sko yfir innheimtustofnunum já vegna þess að á mörgum stöðum og hér á Íslandi við gengur svona hlutir bara algjörlega og lengi vel ég er ekki að segja að þú veist að þessi búið að leysa málið eða neitt í þáttuna en það er ákveð heilbrigðismerki en það eru náttúrulega til lög sko það eru til lög þetta sem hafa verið hunsuð bara sem eru samt bara sem að við erum að átt okkur á kannski núna í gegnum þetta mála það er ekkit verið að sko fylgja lögunum og það þarf að sækja réttin skilur það þarf að sækja málin til þess að lögunum sé fylgt eða sé það er eiginlega svo súrt samt, sko. Það sýnir samt sko hvað það þarf að vera gróft mál til þess að það gerist eitthvað í því að þetta er mjög gróft hún endaði með að fá einhverju 19 milljónir held ég og það varu þú veist ég held munurinn á launum sem sagt sambærilegra starfa Karls og kona hafi verið hann hafi hlaupið á 100.000 kalla ekki tögum og þessar skafættu voru líka allt bara vangoldin laun sko þetta var bara peningastir þetta voru í rauninni ekki bætur til hennar hún var bara að fá launin sín ég held ég fari rétt með að það hefði verið 1 milljón í miskabætur sem var mjög mikilvægt vegna þess að það hefði verið að viðurkenna það miska sem að konum þessu til ekki sko hlauta þessu að hún þú veist að hún var látin vinna þú veist ólaunað í rauninni af því að hennar vinnuframlag var ekki virt til jafs við karlmanni sem var að vinna við hliðina á henni og þannig í rauninni sem sagt gert á hennar hlut og hún lýsti þessu í sem sagt í dómsgögnum sagt frá hversu neikvæðar afleiðingar þetta hafði á hana eðlilega þegar það er sagt að þú sért minna virði heldur en einhver annar sem er þvert á rauninni það sem að raunveruleikin er þá er það bara ákveðin gaslýsing, misrétti og jafnvel fjárhagslegt ofbeldi og segja það ef maður vill ganga alltaf þá leið sko þetta er náttúrulega og svo er náttúrulega kynbundin þessi kynbundin mismunun sem að hefur sannarlega verið staðfest á dómstólnum að þetta er náttúrulega ekki með launaþjófnaður og sko en þetta er það sem ég sagði uppalega varandi sko hvað þetta þarf að vera gróft dæmi þú veist að þetta er svo svakalegt og þetta er svo einhvern veginn það gengur allt einhvern veginn upp það er ekkert óljóst í þessu en svo vitum við að það er óleiðréttur kynbundin eða það er leiðréttur og óleiðréttur og allt þetta það er kynbundin launamunur og þegar hann er bara þú veist lítill sem að þessi haft af konu þú veist 10.000 kall á mánuði sem sagt í kynbundin launamun þetta safnast upp þetta er 120.000 krónur á ári og þú veist á nokkrum árum þú veist þá hleypur þetta á einhverjum miljónum þú veist þannig að sko þessi litlumál við erum ekkert að fara að sjá þau fyrir dómstólunum ekki svona í einstaklismálum en hins vegar náttúrulega þú veist það sem að ég er í félagi sem heitir feministísk fjármál við höfum verið að benda á að það er í gangi vinna leiðréttingu og verðmætamati starfa og kvennastarfa sérstaklega
og það eru fordæmi erlendis frá sem sagt að þar hafa verið greiddar himinháar skaðabætur vegna þess að karla- og kvennastéttum var mismunað í launasetningu. Þannig að það er í rauninni veruleg, og það sem við höfum verið að benda á veruleg áhætta fyrir ríkissjóð að stíða ekki bara fastar inn í og reyna að leysa fylgjast ekki betur með þessu og leysa það sko áður en að til málsóknar kemur og þú veist það er allir núna björn meðvitað þetta stéttarfélög og ríki og svoleiði sko en vinnan einhvern veginn er í einhvers konar friðarfarvegi og silt svolítið hægt einhvern veginn að markmiðinu en þetta náttúrulega við gætum alveg séð sambærileg mál hérlendis ef að það er ekki gengi í það að leira þetta ómálefnulegan launamenn milli starfsstétta sem að eru þá fjölmennar kvennastéttir versus karlastéttir. Maður hefur ekki heyrt neitt sko það er náttúrulega mikið talað þessa jafnlaunavottun og allt það sko en maður hefur aldrei heyrt eitthvað svona eftirlitsbatteri sem að ætti í rauninni hjá opinberum stofnunum að vera að fylgjast með hvaða þróun er í gangi og hvað er verið að greiða fólki í laun. Þú veist, það er einhvern veginn þetta er eitthvað svo klassískt að tala fallega, við erum með lög og við setjum lög skilur það að það með ekki mismuna fólki en það er enginn að tekka á því. Nei, það er að þetta eru konur. Já, það er málið og maður heyri meira að segja því að eins og læknastéttin sem að náttúrulega er, þú veist, frekar vel launuð stétt en hún sko launalega segja gjaldfjallun mjög mikið við það að konur komu inn í stéttina í meira mæli. Þetta náttúrulega hef ég bara heyrt sko. Þetta er það sem að maður svona, þú veist fólk talar og með kennarastéttan líka, ég meina kennarar voru áður fyrr, það var kallað stétt og þeir voru sko með sömu laun og alþingismenn eins og þegar að konur komu inn í stéttina þá bara náttúrulega var þetta eina frekar svona illa launu djópanum sko. Herri, ég sá einhverja frétt núna að því við ræddum daginn, ég ræddi við konu sem að það hefði verið að skrifa mastersritgerð hvernig þetta með að meta vinnuframlag kvenna hér áður inn í verðlagið af því það er ekki náttúrulega, þú veist, þær voru kannski að hugsa börnin og elda matinn og jafnvel að með hænur eða þið veitir guðum að vita hvað sko að en þetta fer aldrei inn í sko hagvaxtatölur í rauninni en og það var heldur Noregur eða eitthvað sem á sínum tíma hafði þetta með í hagvaxtatölum í eitthvað skipti sko en þá kom það þannig út að það var ekki samanburð hæft við önnur lönd sko þannig að Þetta konur voru svo illa launaðar þá eða? Nei, af því það var hvergi tekið með hjá öðrum löndum sko. Það er ekki í GDP og það er bara ákvörðun. Já, bara ákvörðun, þetta er bara ákvörðun. En það var ég var að lesa einhverja frétt núna að það ætlar einhver að fara að gera rannsókn á þessu. Hvað launuðu störfin eru mikilsverð í dag. Já, og svo líka fara að mæla ólaunuðu störfin. Ég fara rétt með það að Hagstofan hafi verið tilkynnað að þau væru að fara í svona vinnutímarannsókn bara bráðlega. Já. Það er að segja þá á ólaunaðri vinnu. Já, það er það sem ég er að tala um sko. Já. Akkurat. Þau ættu að fara að kanna það. Já. Svo er matið á hversu þú veist að setja verðmið á það. Það er síðan annar mál, já. Kannski annar mál. En jú, það á að fara að mæla það. Þetta hefur verið mælt í svona einhverjum litlum rannsóknum. Ég man þetta var mælt í rannsókninni sem var gerð þegar við áttu að fara að gera göngin fyrir norðan. Það var verið að skoða alls konar vinnutengda hluti, er fólk með atvinnu á svæðinu eða konur og kallar eða hverju flytji burtu, unga fólkið og annað þannig að þá var eitthvað svona, ég fann, þetta voru einu tölur sem ég fann að það væri eitthvað 11 klukkustundir á viku eða eitthvað sem að konur eru meira en kallar við heimilstörf en svo við maður ekkert séð neina svona mælingar. Nei, það er svolítið landsegin að það var einhver almennileg svona rannsókn á þessu, þannig að það er bara tímabært og spennandi að sjá hvað kemur út úr mælingu Hagstofunnar. Klálega, sko. Já. Heyrðu, haldið þessi að koma sumar? Var svona í allt annað? Lítur það út fyrir þá? Já. Hvað var 18 stiga hiti fyrir austan í gær?
Ekkert að marka fyrir austan. Ekkert að marka. Alltaf einhver sól og 20 stegi hitti þar. Já, ég var... Því ekkert að vera í gott við hér. Ég var í sundlauginni í Mosfellsbæ og þar sýndi mælirinn 17 gráður. Það var ekkert slíkur lofthitti, sko. Nei. Þetta er bara legamælar, sko. Þetta er bara legamælar. Já. En sem bara er samt að koma, sko. Já, sem er að koma. Og það er líka viðhorf. Já, ég var niður í bæ á þann, fólk satt úti og svona. Fólk satt úti, já. Og það er alltaf fínt í þessu. Það var 11,5 gráður hitti á þann í bílnum. Eitthvað svo leiði, sko, en svo náttúrulega leið og dreigur fyrir sólu, sko. Já, það klæði upp, sko. Þannig að svolítið gluggaveður en þá. Þetta er einmitt svo merkilegt eftir að búa erlendis og flytja aftur heim, hvað við erum rosa, Íslandingar erum svo, það kemur sumadagur fyrstu og við erum bara búin að ákveða að núna borðum við úti og við drekkum kaffið úti og það er bara komið sumar, þó það sé ennþá bara nákvæmlega jafn kalt eins og daginn fyrir sumardaginn fyrsta. Já, það þarf eiginlega bara sko að vera einhver smá sólaglæta og það finnum maður grillegt. Já, það er einhvern veginn mjög klassískt. Það er svo fallegt. Það er svo gaman að vera bjassinn nefnt. Það eru komnir fíblar upp og svona, það eru allavega vorið. Eru komnir fíblar? Ég var ekki búin að sjá það fíblar. En ég sá náttúrulega fyrstu humluna í gær. Já, það var mjög ánægilegt. Þannig að þá hugsaði ég bara, já, þetta er, það er raunverulega alltaf vakna. Já, það er flugur út allt, sko. Já. Kannski ekki það besta við sumarið, en það er alltaf einhvers konar vorbúði. Já. Þetta er allavega ákvörðun og ég held að það sé allir búin að taka þessa ákvörðun að það komið sumar. Þá sjálfan verður sammála um eitthvað. Já, einmitt. Já. Eru þið búin að ákveða eitthvað hvað þið ætlaði að gera í sumar? Fáið þið sumarfrí? Það er ekki allir sem fá sumarfrí. Nei, ég man hvaða voru mikil viðbrigði þegar ég hætti að vera námsmaður og fór í fasta vinnu og ég fekk bara laun á sumarfrí. Gleymi ég aldrei hvað var mikið eitthvað, hvað var stórt atrið. Það var svo stórt atrið, það var svo ótrúlega lífsgæða munur einhver. Já. Það er alveg rétt, það er ekki allir þar. Sko. Nei, ég plana bara að vinna í sumar og vinna aðeins meira og reyndar að ætla maður reyna að skella sér til Kanada í viku. Já. Reyna að geta þá unnið bara úr fjarska. Fjarvinnu. Já. Já, einmitt. Já, ég fæ eitthvað launað sumarfrí. Já. Og mér er samt eiginlega alveg sama hvenær það verður. Ég er bara eitthvað svona ein kettling, eitthvað bara, þú veist, það er eitthvað að chilla og börnin eru fullorðin og sjá bara eins og sjálf. Það væri helst að ég fara að heimsækja eldrabarnið til útlanda. Mér langar það svolítið og fara að flytja til Rómar í júní. Það er nú ekki amalegt að fara þangað. Það er ekki amalegt, sko. Það er á bucketlistanum að fara til Rómar. Já, það er slett í Róm. Takk, hver veit. Já. Já, ég er nú bara að fara í vinnuferð sko til útlanda, það er eina, en ég ætla nú að reyna að lengja þær aðeins með sumarfrín og reyna að gera eitthvað skemmtilegt og svo bara fer maður eitthvað grillar og eitthvað. Ég er ekki búin að skipuleggja mikið annað. Og Bogi? Já, ég fari bara út í garð í sumarfrí. Svona milli vinnu. Já. En það er líka fínt. Ég á garð, það er gott. Það er gott. Það er lífsgæði. Milli þess sem erum við ekki fara að vera síðan að fara neyra á Austurvöll að mótmála? Já, náttúrulega. Já, fyrir utan það. Já. Skal reyna að stilla þetta svolítið inn á svona frístíman hjá okkur. Já. Þú maður bara geti, en flestir geti komið neyra til þessu. Láti í sér heyra. Já. Heyrðu, já, hvað segirðu? Nei, hvað ætlar að segja? Nei, ég verður bara, þú veist, á maður ekki bara mótmæla, sko, ég held að við hljótum að þurfa að finna mótmælum fleiri farvegi. Já. Þú veist, það er ekki hægt að ætlast til þess að allir geti vilji og nenni þessu rugli. Að standa úti fyrir utan þinghúsið og... Já. Sko, gargandi á eitthvað fólk sem er ekki á staðnum og þó að væri á staðnum þá virðist þeim vera alveg sama, þú veist, það berðast ekkert við. Já, það er málið. Þannig að sko, ég meina, Frakkar til dæmis hafa fundið margar góðar aðferðir, þú veist, við þurfum ekkert að vera í þessum farvegi. Ég held að, og ef að hluti fari ekki að breytast, þá held ég að við hljótum bara að fara að setja smá orku í að þróa þessa nýju aðferðir. Já, einmitt. Þetta er eitthvað sem enginn nennir að standa í það vill, en gerir af illri nauðsyn.
Ég hef stundum hugsað það, sko, bara eins og þegar maður fer út í búð og allir þessi sjálfsafgreiðslukassar eru náttúrulega komnir og þú átt bara, og maður er bara að puða þarna við að, maður þarf að beygja sig, maður setur ekki við borð eins og sá sem að afgreiddi mann áður. Þetta er mikið líkanlega meira erfiði fyrir mann að gera þetta svona heldur en fyrir starfsmannin í rauninni. Já. Af því þú veist að, þetta er sett, ég bara skil ekki þetta sett upp, sko. Og hérna, ég er allavega alveg stand með því stundum að vera bara eitthvað svitnandi, þið vitið, við að bóðra onni í einhverja körfur og hérna, svo kem ég þessu ekki fyrir öll á borðinu og ég veit ekki hvað ég, skilur, þetta er bara einhvern veginn rosa óþægilegt sett upp og mikil vinna og matvaran lækkar ekki neitt. Og svo horfi ég yfir rýmið og það eru kannski einhver 2 á kassanum sem eina kassa sem er þarna. Allir hinnir eru að afgræða sig sjálfur í einhverju puði og ég sagði, af hverju er ekki bara allir í röðinni á kassanum og bara neita að fara í þessi sjálfsafgreiðslu meðan ekki verið að, sko, borga kunnanum fyrir að afgræða sig. Já, mér finnst það svo góða punktur, sko. Ég meina, mér finnst persónulega ekkert að ég að fara á þessa sjálfsafgreiðslukassa og það er kannski líka vegna þess að ég er yfirleitt ekki í einhverjum stórin kaupum í búðinni. Þú veist, ég er kannski að kaupa bara svona eitthvað sem er þægilegt að bera. Og mér finnst það ekkert mál, sko. En þú veist, þegar þeir eru búin að segja upp allir þessi starfsfólki á það ekki einhvern veginn að gagnast okkur. Þetta er bara eins með bankana. Þú veist, þeir eru einhvern veginn að skera niður alla þjónustu við kunnan. En við fáum ekkert að njóta þess samt. Nei. Þannig að þú veist, það er svona, það er verið að hagræða svo mikið en alltaf einhvern veginn bara fyrirtækjunum í vil. Það er svo, allar svona framfarir nýtist þeim sem valdið hafa. Já. Og ekki hinnum, bara alls ekki. Mér, þú veist, þegar ég heyrði fyrst sjálfsafgreiðslukassa og segi bara, frábært, þetta er bara frábært. Það er þetta að lækka kostnaðinn við að reka þessar verslanir, það er þetta, sko, losa út, sko, léleg störf, því að, sko, að starfa í þessum verslunum var aldrei frábært, alltaf illa borgað og vondar aðstæður og allt saman. Þannig að þú veist að bara minnka það sem mest var bara hið besta mál. Svo þegar maður sér þetta raungerast, þetta er bara ekki gott. Sko. Þetta er alveg eins og með, sko, einmitt að talandur að því vorum að tala um bottana á þann einmitt líka og allt þetta, að, sko, símsvörunar bottarnir og einmitt bankarnir, þú veist, núna verið að loka öllum útibúum og þú ert hérna í símanum að reyna að ná inn í samband við þjónustufulltrúa og þú ert nú með 23 í röðinni, vitið, og þú ert í vinnunni, skilurðu, og þú mátt ekkert vera að því að ég fatti því. Það er allstað að verða að, sko, íta þér einhvern veginn, að gera þér lífið mjög erfitt og íta þér út úr þjónustu. Þú færð ekki þjónustu í heilsugæsluna. Þú færð ekki þjónustu af því að þú nærði aldrei inn. Hún getur ekki pantað tíma. Þú ert að hringja klukkan 8 á morgni, strax á mínútunni 8 og þá ertu strax númer, þú veist, 17 í röðinni og þegar röðin er komin upp í 12 eða eitthvað, þá kemur símsvar og segir því miður er hægt að bóka tíma. Skilur, þetta er einhvern veginn svona hryllingsmynd eiginlega. Þú veist. Ég held að kannski er það, þú veist, ég veit ekki hvort það sé bara þessari tækni að kenna, en þú veist, er það ekki bara, sko, staða heilbrigðiskerfisins, það er ekki nóg margir til að þjónusta þetta fólk og þá erum við ekki að tala um einhvern til þess að svara síma, það er einhvern til þess að segja, jú, þessi læknir laus, komdu og hittu hann bara, þú veist, eða værum ekki þessum stað eða væri nóg fólki til þess að sinna heilbrigðisþjónustum til dæmis. Það er kannski aðalvandinn. Ef það væri nóg fólki þá, þú veist, væri skiptingum máli og þú ert að hringja á einhvern tíma og náttúrulega tilkomi heilsuveru og svo náttúrulega bætt finnst mér bara mjög margt til dæmis eins og varandi lyfjaendurnýjanir og eitthvað svoleiðis en vandinn er náttúrulega bara fjársvelt heilbrigðiskerfi það sem er ekki nóg margir að störf. Það eru þægilegar, þú veist, það er ekki átt að geta panta tíma á heilsugæslustöðu gegnum heilsuveru en það er alltaf bara hægt á því það er engin tíma. En ef það væri nógu mikið að læknum og hjúkrunarfræðingum þá Já, við skulum samt ekki einmitt gleyma líka allar þessar nýju lausnir og tæknir og annað, það er bara ekkert aðgengilegt fyrir alla. Eldra fólk og fatlað fólk og alls konar fólk bara einmitt, þetta bara gerir hlutina algjörlega óaðgengilega. Það verður náttúrulega, sko, alltaf að passa upp á, sko, aðgengileika fyrir alla og þú veist, opinberar stofnanir, þeim ber, sko, skylda samkvæmt lögum að þjónusta alla, bursið að hvort þeir skila inn, sko, gögnum á pappír eða rafrænt eða þetta alls saman, þannig að
það þarf kannski bara hnykja á því að það skylda opinberra stofnana að þjónusta alla og taka tillit til þeirra stöðu og þeir með ekki bara segja nei við aðstöðun ekki nema þú sért með rafræðinskilríki og eitthvað svoleiðis rugl sko. Þannig að sérstaklega allavega hvað var opinberra stofnanum svo náttúrulega þessar opinberra stofnanir eins og bankar og eitthvað svoleiðis sem eru kannski vera mál og það er kannski einmitt sérstaklega að byggja sjónum að. Eitt til dæmis sem að sá í COVID sko þegar var alltaf verið að loka starfstöðum og svona sko og var bara verið afgreiða gegn netið að svo var kannski verið að beina til dæmis fólki sem að þurfti að leiða til vinnumálastofnunar á heimasíðu sem var ekki einu svona á ensku. Og mjög stór hluti á náttúrulega atvinnulausu innflytjendum sem töluðu ekki íslensku ekki endilega ensku og gátu hvergi leitað. Já. Og ég er meðlimur í strætó nótendagrúppunni og það eru svo mikið verið að kvarta við klappinu einmitt og þú veist og það er einmitt sko fólk með örorku það getur fengið svona afslátt af Tryggingastofnun og það er rosalega flókið og það að fólk er að finna alls konar einhverja leiðir til þess einhvern veginn þú veist fara einhvern veginn inn á Chromið eða þú veist frekar að fara á appið einhvern veginn fara þaðan eitthvað ble en þú veist, svo er bara fólk með þroskahamlanir og gamalt fólk það er auðveldara fyrir eldriborgara en þú veist, það er einhvern veginn allt í lagi sko en þú veist, þannig að þannig tækni sem á að vera eitthvað hagræðandi að hún til dæmis bara fyrir hluta ég meina, þú veist, fólk með örorku getur alltaf sama á allir aðri þegar kemur einhverjum uppum nema að séu með bara ég erfitt með að fóta sig í tækninni sko. Þannig að þetta er alls ekki sko jafnréttis hvetjandi. Nei, einmitt. Nei, það er það ekki. Þetta er alveg sko, já, en það er líka eins og einmitt, þú ert að tala Margrét, sko, það getur ekki hver sem notað rafræn skilríki eða það eiga ekki allir snjallsíma ennþá, þú veist, þannig að það er bara eiginlega svakalegt, sko, ég sá, rak mig illilega á það daginn að það er ekki lengur hægt að nota hvað var að kalla Íslykil, já. Það var bara át, sko. Það er bara fullt af fötluðu fólki og aðstandendum þeirra sem að einmitt fólk sem að er þú veist, með þroskahamlanir sem að þeir fá ekki, ég bara get ekki þú veist, þetta var eitthvað alveg fáránlegt ferli þú veist, einhvern veginn fengu ekki sko skilríkin sín en aðstandendum mátti ekki heldur nota þau. Nei, það er alls konar svona gloppur sko. Já, þetta var að til þess að fá rafræn skilríki þá þarf þetta að vera aðleitt inn í þessum klefa þarna og velja þetta PIN-númer en það er ekki allir sem eru með það gott minni. Bara þú veist, alls konar fólk, eldra fólki bara, alls konar samfélagshópar og það er enginn sem að má aðstofa þig með þetta þannig að þetta er ótrúlega flókið og þú veist, það þarf alltaf að líta á stærri mynd en bara akkurat, hvað þjónustar núna hvernig getum við grætt meiri pening núna veist, við þurfum að fara þjálfa okkur í að horfa meira á heildarmyndina. Meira inklúsífari þegar það er verið að hanna kerfin. Já, líka bara klára kerfin. Ég meina, þetta sem þú ert að lýsa, þetta er bara eitthvað sem hefur ekki verið klárað. Nei, innmitt. Sem að klappið. Þetta með klappið. Nei, ég meina, að þú veist, sko, afsláttur til öryrkja sem eru að sanna rétt á að hann er tæknilega ómögulegur út af því að það bara ekki búið að klára appið. Og svo bara gefa þetta út og þú veist með þetta er alltaf bara fúsk, þetta er fúsk. En er það ekki daldið svona málið sem að sér rosalega jákvæður það er svolítið mikið fúsk það er ekki bara fúsk í byggingubransanum það er bara fúsk í öllum fjandanum öllum opinberum stofnunum einhvern veginn virðist vera. Já, og svo kemur þetta aldrei í ljós einhvern veginn að því að það er ekki hlustað á fólki sem þarf að nota þetta ég meina já Já, ekki bara enda þetta á endum þetta á þessum jákvæða nótum og förum út í sumarveðrið. Já, ég þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna. Helga, Margrét, Steinun, Bogi og Guttormur sem þurfti að smokra sér út hérna þess fyrir. Takk fyrir.